Sko sýningin, hún varð eiginlega til þannig að það er svona papakassi, svona stór papakassi, hérna út á skrifstofu hjá Ara, þjóðleikhússtjóra. Og í honum er svona allt höfundaverk Þorvaldar hérna, bæði fyrir leikhús og sjónvarp og bækur. Og þessi kassi var búinn að þvælast á milli fólks og hérna, fólk var búið að kíkja í kassan og spreyta sig svona á því að setja saman úr einhvers konar sýningu. Og svo endaði kassin hjá mér og ég setti saman einhverja beinagrind sem ég bar svo undir listráð hússins og þeim list þannig á að það væri ástæði til þess að vinna þetta áfram og sem ég gerði og svo var ákveðið bara að taka þetta til sýninga og í framhaldi af því þá hugsaði ég með mér af hverju skildi ég ekki bara leikstýra þessu sjálfur. Sko ég kynntist Þorvaldi bara meðan ég var í myndlistarskólanum og hérna myndlist- og handíðaskólanum og svo bara eftir það og var þess heiðurs aðnjótandi að sýna nokkru sinnum með honum á samsýningum og spjalla við hann og hafa náttúrulega virkaði á mig eins og flesta bara með inspírerandi einstaklingur. Þannig að hérna, ég leit alltaf upp til Þorvaldar og þegar ég fékk þetta upp í hendunum þá fannst mér það mikið og stórt verkefni og mjög stoltur að spreyta mig á því. En ég líka, þú veist, kannski af því ég þekkti hann þá fannst mér ég pínlítið vita hvernig hann hefði viljað nálgast verkefni. Og ég reyndi svona að hafa það í huga. Það er engin hérna helgi slepja í kringum þetta. Þetta er gleði og glans og sprell og fjör og hann hafði alveg einstaka sýn á hérna veruleikann. Hann hafði þessa sko, hann sá þennan absúrdisma í hversdagsleikanum sem einkennir hans texta og það er svo dásamlegt að hérna vinna með það. Sýningin er í rauninni það að vera í einhvers konar hlutverki. Það er að segja, hann hafði ófsalega mikinn áhuga á einkennisbúningum, á sko slökkviliðsmönnum og hérna lögreglumönnum og stöðumannavörðum og áhuga á því þegar fólk fer í einhvern búning og verður að einhverju öðru. Hann er svolítið að leika sig með þetta og við erum svolítið að leika okkur með þetta í sýningunni. En við tökum þarna eru styttri og lengri verk. Löngu verkin eru kannski svona 15 mínútur og svo eru þessi stuttu verk dálítið sótt í Vasaleikhúsið sem var flutt hérna í Ríkisútvarpinu í árabil og voru ofsalega skrítnir, mjög skrítinn texti og hérna, en þó ekki skrítnari en svo að þegar maður fer einhvern veginn að stúdera Þorvald þá getur maður bara, og maður lendir í því oft á dag bara í útiklefunum í Vesturbæjarlauginni að maður heyrir svona samtöl sem eru skrítin af því að það er bara hérna, hversdagsleikin er ekkert, hann er svo skrítin oft. Fólk að tala saman eins og í þessu verki reykkavari sem ryðst inn í hús og finnur þar konu sem er að brenna og þau fara að tala um forvarnastarf og réttindi slökkviliðsmanna og hvort þetta sé ekki erfitt að vera slökkviliðsmaður og meðan brennur húsið. En hann hafði svona húmor fyrir þessu og ég held að þegar sko Eggert Þorleifsson í lögreglubúning að elta Guðrúnu Gísladóttur í stöðumálavarðabúning, það finnst flestum það fyndið held ég. Þetta er sýning vonandi bara fyrir sko alla hvort sem hún þekki Þorvald eða ekki. Að ég dansa